Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Komið sæl, við heilsum ykkur hérna á austan. Í þættinum í kvöld ætlum við að fara og fræðast grjóthleðslu í kirkjugarðinum í Fáskrúðsfirði. Þetta bara þekking sem ekkert mikið til staðar í dag og bara finnst mér nauðsynlegt að viðhalda og varðveita. Við ætlum að fara í heimsókn í Egersund á Eskifirði, en þar eitt fullkomnasta netaverkstæði Evrópu. Við erum að framleiða troll og poka og nætur Og við ætlum að kynnast nemendum í fjölmiðlavali í grunnskólanum á Reyðarfirði, en þau gerðu einmitt sitt eigið innslag. Takk fyrir okkur og kveðja frá grunnskóla Reyðarfjarðar. En við ætlum að byrja hér í fuglaskoðun í Neskaupstað. Núna er árlegur fuglaskoðunardagur sem að Náttúrustofa Austurlands og Ferðafélag Fjarðamanna stendur fyrir og hefur staðið fyrir á annan áratug. Og þetta er alltaf í maí, byrjun eða vorin, þegar farfuglarnir eru nýkomnir og að koma. Sérfræðingar Náttúrustofana mæta hér á Norðfjörð, hérna við Leiruna og á Reyðarfjörð og með sínar græjur, teleskóp, sjónauka og bækur og fróðleik og fólk getur mætt hér og fengið að kíkja þessar græjur og meðtekið fróðleik. Og hér er mikið af vaðfuglum oft á Leirunni. Það eru bæði íslenski varðfuglar eins og sandlóa, stelkur, sendlingur, jaðrakannar, tjaldar. Fuglaskoðunardagurinn hefur verið nokkuð vel sóttur síðustu ár, en er eitthvað nýliðin í fuglaskoðun? Já, það er nú eitthvað nýliðin og það varð bylting fyrir ekkert mjög mörgum árum. Þegar ég var að byrja í þessum bransa á mínum unglingsárum, þá var eitthvað 20 manna í Reykjavík og einn svona út landi. Þetta voru fáir menn og höfðum ekki þessa græju sem eru í dag, bæði sjónleikar og ég tala ekki stafrænu myndavélina. Nú er þetta hundruð manna sem eru mjög áhugasamir og það eru síður á Facebook og víðar. Þar sem menn geta fengið upplýsingar alveg beint í æð. Það er margir það harðir að eða fréttist að einhverjum sjaldgæfu fugli, sama tegund sem við sjá. Og að þegar menn keyra fara landshorna á milli til þess að ná í sjaldgæfa fugla. Eins og árið 2004 er barðþröstur sást í Unaási. Þetta var 3-leytið og Hálfdán fór inn í tölvuna, sendi skilaboð út á netið á þessar fuglaskoðunar síður. Ég fór upp í fjárhús og var þar að mynda fuglinn. Klukkan 7-leytið að þá voru komnir 7 fuglaskoðarar. Minnir mig hvort það voru 6 eða 7 sem komu fljúandi frá Reykjavík og svo kom einn frá Landrói-jeppa frá Húsavík og allir sáu þennan fugl og ég held þeir eru ennþá að tala það og lifa á því ennþá því að þetta var í annað skipti sem að þessi tegund sást í Evrópu. Af hverju ætti fólk að koma og skoða fugla? Já, þetta er náttúrulega bara áhugi fyrir náttúrunni, það er. Menn njóta þess að vera út í náttúrunni og skoða og fylgjast með fuglunum, það er. Mismunandi andferðli eftir tegundum og ég held að bara fuglar hafa heillað mjög marga í langan tíma. Nokkur fjöldi fólks á öllum aldri var mættur til að skoða fuglalífið. Bara á áhuga fuglum, alltaf haft það. Hvað er heillandi við fuglana? Bara, það er eitt að segja það, bara allt. Já. Bara fylgjast með þeim og sjá alltaf nýjar og nýjar tegundir og svona. Ertu þá líka bara svona náttúrumanneski almennt? Svolítið, já. Og þú ert hérna? Já, ég er hérna. Hefur eitthvað farið og skoðað fugla víðar? Nei, ég hef ekki gert það. Nei, við reynum bara alltaf að kíkja eftir þeim hvað sem þeir eru á ferðinni. Og mætir á þessa degi þegar þeir eru í boði? Alltaf. Finnst þetta ekki skemmtilegt framtíð? Nei, þú veist svo hryllilega kalt og það er rosalega gaman.
En segðu mér, fuglalíf hér fyrir austan eitthvað litskrúðara og líflegra heldur en annars staðar á landinu? Nei, það er nú kannski ekki hægt að segja það. En að því að við erum hérna á Norðfirði þá kannski nefna það að hér verpa bjargdúfur. Þeim hefur reyndar verið að fjölga á síðustu árum og hafa dreifst landið. En þær voru algengastar hérna á Austurlandi. Þetta eru villtar dúfur sem að verpa í hólum hér í klettunum. Já, eru frekar sjaldgæfar en að öðru leyti er þetta nú svipað annars staðar. Egersund Ísland fyrirtæki sem að þjónusta veiðarfæri fyrir íslenska flota. Við erum aðalega að þjónusta uppsjávarskip. Öll stærstu og flottustu skipin eru hér í viðskipti hjá okkur. Og bæði með troll og nætur og kolmunarpoka, síldarpoka, makrílpoka og bara nefndu það. Egersund Ísland á Eskifirði og leiðandi fyrirtæki veiðarfæragerð og viðgerðum þeirra ásamt í að bjóða upp á allar vörur og þjónustu sem að uppsjávarveiðum koma. En hvað fyrir leikmenn sem hvað hreinlega eru það að gera innanhúss? Við erum að framleiða troll og poka og nætur og svona til gamans að þá til dæmis í stærstu trolli sem við erum að framleiða þá eru möskvarnir 64 metrar og minnstu möskvarnir í pokanum eru 44 millimetrar, þannig að margir sem við erum að gera, bæði stórt og smátt. Fyrirtækið hluti af Egersund Group og hefur á að skipa einni fullkomnustu aðstöðu til viðgerða og veiðarfæragerðar í Evrópu. Við byggðum þetta 2009 og það er náttúrulega sérstæða okkar svo að við getum tekið veiðarfærin beint af bryggjunni og veiðarfærin beint af skipinu og inn í hús. Áður fyrir þurftum við að gera þetta á bílum. Ég held að við séum þeir einu hér á landi sem eru með svona húsi í nálægð við skipið þegar þau komum upp að bryggjunni. Þannig að það sparar bæði fullt af tíma og hellingapeningum. Miðin eru náttúrulega allir hérna fyrir utan, bæði síld, loðna og makríll og þau eru mikið hérna. Það eru náttúrulega stærstu fyrirtækin í þessum geira eru hérna Norðfirði, Eskifirði og Fáskrúðsfirði. Þannig að þetta liggur vel við hér. 15 manns starfa hjá Egersund Ísland og handtökin yfir vinnuvikuna eru ansi mörg en það þarf ekki bara að sauma veiðarfærin, heldur allt hönnunarferlið æði flókið. Svona til gamans að þá sitjum við hérna á svona kolmunarpoka og það eru 370 vinnustundir að gera þetta, sauma þetta allt saman og fangarnir tilbúin til að fara um borð í skipið. Við erum kannski með einhverja hugmyndir og gerum þetta í samstarfi við skipstjórana á skipunum og þeir koma með einhverja hugmyndir og við komum með einhverja hugmyndir á móti og síðan þetta allt saman sett í eitt pakka og stundum förum við með þetta í tilraunatankan í Hirtshals, pröfum þetta þar og þá yfirleitt tökum við þá með okkur. Og síðan er spáð og spekulað og komast að bestu niðurstöðunni og síðan fara þeir að pröfa og það er svona í flest öllu tilvikum þá virkar þetta mjög vel. Veiðarfæri eru semst ekki bara veiðarfæri, heldur mikil nýsköpun og vöruþróun í geiranum. Við erum nú alltaf að reyna að þróa þetta betur og betur og reyna að gera þetta sterkara og sterkara og hérna síðan koma ný efni og það er svona verið að þróa þetta alltaf. Hvern einasta dag þá alltaf kemur eitthvað nýtt. Með tilkomu nýrra byggingar hérna á Netavegstæðinu þá var mikil bylting í starfsmannaaðstöðu og hérna áður fyrir þá voru næturnar teknar í land á bryggjurnar og mest unnið úti og þetta yfir kannski erfiðasta tíman á árinu, janúar, febrúar, mars sem er mikil útivinna.
Og það auðvitað ekki mjög spennandi kannski vinnustaði fyrir ungt fólk sem að leita sér að starfsvettvangi að þurfa að vera alltaf úti. Svo að með nýri byggingu eða nýju húsi þá höfum við auðvitað laðað á okkur kannski yngra fólk. Og við höfum hérna núna 4 starfsmenn eða 3 starfsmenn sem eru starfandi hérna núna og 1 sem var að hætta hjá okkur. Sem að læra netageiramanninn, sem mjög góður árangur í að mennta netageirammenn. Hvar erum við stödd hérna? Hér erum við stödd í veiðarfærageymslu Egersund Íslands, eða Nóta hótelið eins og við köllum þetta. Hér erum við með 24 hótelherbyggi eða 24 svona hólf. Og í hólfunum geymum við mestmegnis nætur, bæði djúpnætur og grunnnætur. Og þetta er eina fyrsta Nóta hótelið á Íslandi og eina hótelið enn sem komið sem að veiðarfærin eru geymt alveg innandyra. Og tilgangurinn í að hafa þau inni að til dæmis að losna við sólarljósið sem að fer illa með nælonið í nótunum til dæmis. Það er þetta mikil bylting fyrir okkur að geta tekið næturnar beint hérna beint inn á hótelið, svo það settar hérna í hólf, síðan þegar það farið yfir þar hérna fyrir vertíðarnar, þá það bara tekið í hurð hérna beint inn til okkar. Veiðarfærin alltaf þurr og fín. Áður fyrir voru næturnar geymdar úti. Það voru bara hérna fyrir utan, hérna á planinu voru nætur bara í haugum hérna. Þá var bara breytt yfir til að verja fyrir sólarljósinu. En það fer miklu betur með veiðarfærin að hafa þau svona innandyra. Það er mikil eftirspurn. Hótelið er alveg rúmlega uppselt. Það komast færri að en vilja. Þannig að það er líklega allt annað að vinna þetta svona heldur en að taka þetta inn í frosnum haug. Já, það er gríðarlega mikill munur á því að geta tekið þetta svona. Anton hefur starfað hjá fyrirtækinu í 9 ár og var að vinna í kolmunapoka fyrir uppsjávarfrystiskipið Huginn frá Vestmannaeyjum þegar okkur bar að garði. 85 metra langt, tekur sirka 900 tonnar hráefni. Og hvað þið að gera akkurat núna? Hvert ykkar hlutverk hérna á poka? Já, nú erum við bara að setja upp nýtt veiðarfæri, alveg frá grunni. Og eins og við erum að gera akkurat hérna núna, þá erum við að setja hlífðarnet yfir innranetið í pokanum. Sauma það við til að styrkja hann. Síðan á þetta að setja þenslugerður utan á þetta, til þess að þetta verði nú ekki eins og blaðra í laginu. Það halda þessu svona í löngum smokk svokölluðum. Þú gerir það náttúrulega öflugra fyrir bragðið. Þetta er allt saman unnið eftir teikningu. Það má ekkert fara út af því, þá verður allt vitlaust, sko. Veiðarfæri virkar ekki og... Þið fáum skammirnar? Já, við fáum skammirnar. Fáum allt í hausinn aftur. Heldur þú getur kennt mér þetta? Já, það veist ég ekki um. Þetta er ekki svo flókið. Ég kann að prjóna. Þú ferð hérna náttúrulega niður í þennan. Niður í þennan? Já. Ok. Í gegn? Já. Og svo tekur þú 3 hérna. Og skiptir máli, þarf það að liggja svona... Já, þeir liggja hérna í röð hérna í, sko. Ok. Og fer í upp í það? Já, upp í þetta. Já. Svo hefur við bili hérna svona cirka 3 spurtar og setur bara hnút þarna eða braga þarna í. Brag þarna í? Er það svona? Svona, svona. Já. Það er að passa hér. Svo herður við bara. Og svo bara svo næsti. En nú hefur verið mikið talað um það í samfélaginu að mannshöndin sé að hverfa á vinnumarkaði. Heldur að vélar taki þetta einhvern tímann yfir? Það á ég ekki vona og ekki minn ég lifi held ég. Það náttúrulega kemur vélar koma að því að búa þetta til en ekki held ég þetta. Nei. Nema þá kom einhver ný tækni, það skal aldrei segja aldrei. Vöruhönnuðurinn Þórunn Árnadóttir hannaði vörulínu sína Sipp og Hói í samvinnu við Egersund Ísland en í henni er hefðbundin netagerahandverki flétta saman við þekkta hluti sem gjarnan eru notaðir í leik og frítíma svo sem sippubönd, húlarhringi og hengirólur. Það var eitthvað verkefni hérna í Fjarðabyggð að hún kæmi hér í fyrirtæki og reyndi að vinna úr einhverju efni sem við vorum að vinna úr. Og það var úr að hún kom hér og gerði hérna alls konar listaverk sem við höfum svona meira gaman að heldur nokkuð fannst hún eitthvað voðalega merkilegt en hún fór með þetta á sýningu í Bretlandi og seldi þetta fyrir fullt af peningum og eins vann hún Hönnunarverðlaun Íslands með dót sem hún var að búa til hérna í okkar. Þetta var mjög skemmtilegt. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.